gef þér allt sem kært mér því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert, þú ert drottinn minn, þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og vertu nærri mér. Drag mig nær þér Guð, drag mig nær þér Guð. Ætíð geymdu mig, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem kært mér og því vinur vil ég vera þér. Yndi mitt þú ert, þú ert drottinn minn, þú einn ert Jesús upprisinn og dýrð þína og ást ég finn. Vísa mér þinn veg, drag mig nær þér Guð. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og vertu nærri mér. Þú ert mér allt sem mitt hjarta þráir. Þú ert mér allt og vertu nærri mér. Og vertu nærri mér. Og vertu nærri mér. Amen og amen. Velkomin á samkomu allir og gaman að sjá okkur. Og þeir sem heima eruð, velkomin að skjánum. Við ætlum að lofa Guð í dag eins og alla aðra sunnudaga og alla aðra daga. Við ætlum að þakka honum fyrir hver hann er. Við ætlum að lyfta honum upp því að hann er verðugur að vera lofaður. Og mér finnst alltaf skrítið og sorglegt á tímum eins og jólum þar sem að flestir gleyma hvað jólin snúast og fer í þetta að stressast og kaupa og græja og gera, að koma aftur. Ég segi alltaf við í desember þá vil ég gera ekstra mikið, þá vil ég þrengja mér ekstra meira nær þér af því að þetta er hans mánuður. Hann fæddist fyrir okkur, hann dó fyrir okkur. Það var ekkert fyrir þessa pakka eða fyrir stressi sem að allir þurfa að díla við á næsta ári. Að það er ekki fyrir neitt annað heldur en til að bjarga okkur. En við erum hér samankomin og við ætlum að lofa hann í dag. Við ætlum að biðja Guð að vera með okkur, svo ætla Dögg að tala til okkar eftir og það verður æðislegt, ég veit það. Og endilega biðjum Guð að leiða okkur og lofiði Guð með okkur og bara
njótum þess að vera saman. Heilaga drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestinni, ég þakka þér fyrir hver þú ert. Ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í gær og í dag og alla eilíf, drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú fæddist í þennan heim og gafst okkur von, drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú ert sannur Guð og við leitum til þín og við gefum þér allt í dag, drottinn. Hjálpa okkur að láta okkar eftirliggja, drottinn, sem fórn fram fyrir þér. Og ég bið þess, drottinn minn, vertu með okkur í dag og gefðu það að lofgjörn okkar mætti stíga upp til þín, drottinn minn, að það mætti gefa góðan jarðveg í hjörtum okkar, að við mættum taka á móti orðið þínu og mætti bera góðan ávöxt. Ég þakka þér fyrir trúfestina, drottinn, í Jesú nafni. Amen. For eternity, join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. I can't wait for eternity. Join the song they already singing. Holy, holy, holy are you, Lord. Just to bow down before your throne, see your face, I'll cry out because you're holy, holy, holy are you, Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. Standing with those who have heard, well done, claiming forever that you're the one who's faithful, faithful, faithful are you, Lord. What can we give you an endless praise? Heaven's stars, we shout your name in Jesus, 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 you are Lord. Jesus, King of kings. Jesus, majesty. Jesus, King of
joy, all the earth with joy. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Age to age he's there. Oh, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God of three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Tack Jesus, halleluja. Gott að vera komin á samkomu, finnst ykkur það ekki? Ég jafnast ekkert á við það heldur en að koma á samkomu og lofa Drottinn. Amen. Ég var að hugsa það áðan að ég hafði allar ástæður til þess að koma ekki í dag, en ég vildi ekki verða þeirri blessu sem að kemur þegar við komum saman og lofa Drottinn. Þegar við komum saman og lofa Drottinn þá er sérstök blessun fyrirbúin fyrir okkur. Halleluja. Sálmur 133. Hvað segir þar? Sjá hversu fagurt og yndislegt er þegar systkini dvelja saman. Þá rennur oljan kemur og döggin kemur. Tvöföld blessun að koma saman og lofa Drottinn. Halleluja. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra með það. Við ætlum að taka samskot núna.
Og fyrir ykkur sem að þekki ekki til að þá bara samskotabaukurinn aftast og þið getur bara farið og bara gefið og svo líka posi frammi og reikningsnúmer sem kemur upp á skjáinn. Halleluja. Drottinn Jesús. Já, það vantar upp á skjáinn. Akkurat, það vantar upp á skjáinn. Það var bara að vera búið að vista í síman. Ég gerði það. Búin að gefa í dag. Halleluja, Drottinn. Ég bara þakka þér fyrir það blessun sem þú fyrirbúið okkur í dag, Drottning. Og ég þakka fyrir það að það eining í samfélaginu við þig. Og ég þakka fyrir það að það eining í því þegar við komum saman og lofum þitt nafn, Drottinn minn Jesús. Og ég bið að blessa þetta og sérkvæmt þetta inn í dag, Drottning Guð. Hvort sem við geta gefið eða ekki, Drottinn minn Jesús. Í Jesú nafni biðum við. Þannig þið finnir ykkur bara frálsi að gefa og svo bara getum við staðið núna upp og farið bara aftur inn í lókirinn og svo fáum við heyra frábæra predikun eftir. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Woo! Jesus. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. How was the darkness flee? I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. 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 In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder.
is born up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. I'll raise a hallelujah. Set a fire down in my soul that it can contain, that it can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that it can contain, that it can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that it can contain, that it can control. I want more of you, God. I want more of you, God. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi vill mera till er praten, Jesus. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that
þín í dag, drottinn. Við bæðum að snerta okkur í dag, drottinn. Gefðu okkur meira þér í dag, heilagur Guð. Gefðu það, drottinn, við mætum bera ávöxt við þurfum hérna, drottinn Jesús. Amen. Mér langar að fá Sandi og Kristi upp. Það er alltaf að taka hérna a cappella bara saman af því að þær eru reyndar söngkonur eins og mæður þeirra. Og við ætlum að láta þær hérna, við varum ekki nefnilega búin að æfa þetta. Ég ætla að fá að syngja þetta bara með þeim. Fá hérna, já, og fá hérna Nínu. Sippa, þú kveikir á kertan. Þetta er rosa undirbúið. Í hvað, nenni að gefa mér D, bara á strömm, ekki. Nei, þetta er flott. Bara að finna textan hérna. Og það er það. Kveikjum einu kerti á, hans koma nálgast fer, sem fyrstu jóli jörðu lá og Jesú barnið er. Við kveikjum tveimur kertum á og komu bíðum hans. Því Drottinn sjálfur soninn þá mun sendi líking manns. Dásamlega. Amen. Hvílíkar raddir. Þetta eru framtíðar lofgjörðar leiðtogar, ég ætla bara að segja það. Dýrse Guði, Ég fæli gæsa húð. ég tek undir það. Halleluja. Hvernig var að gefa þessum snillingum gott klapp? Amen. Halleluja. Jóhanna kom inn á það aðeins áðan. Rísum hans á fætur. Tegjum aðeins úr okkur. Alli, getur kannski opna loftlúguna. Mér var svo kalt hérna áðan, nú er að verða heitt. Er allir heitt? Má ég sjá? Já, þá opnum við lúguna. Þið veitir, það getur lama maður komið hérna niður. Ég segi svona. En hérna, Jóhanna kom aðeins inn á það áðan. Hvaða er mikilvægt, vinir? Við erum í desember. Við erum að halda upp á fæðingu frelsarans. Tínum ekki frelsaranum í öllu þessu sem er að gerast í kringum okkur. Tökum ákvörðun. Við erum búin að vera að tala það á þessu ári hvernig við ætlum að vaxa upp til höfuðsins. Vitið, það reynir oft á þegar svona mikið er í gangi í kringum okkur hvað við veljum. Og vinir, við höfum tækifæri hér í dag til þess að velja Jesú. Hafa hann í forgrunni. Þannig í dag, tökum bara ákvörðun, segjum það bara uppátt. Ég kom inn á bænastundin áðan og ég sagði, Drottinn, ég gef þér allt. Mitt líf er þitt. Og vitið það, stundum líður manni ekki þannig. Stundum þarf maður bara að taka kalt val og segja, herðu, mér er alveg sama hvernig mér líður, ég kýs að lofa þig. Ég kýs að leggja sjálfa mig á altarið. Ég kýs að fylgja þér alveg sama hvað. Má ég heyra amen. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að lyfta upp höndum ykkar hér í dag og þakka frelsarinn okkar fyrir það sem hann gerði fyrir okkur. Drottinn, ég bara þakka þér heilagi Faðir. Elsku Jesú, fyrir að lægja sjálfa þig, Drottinn minn, og koma í hennan heim sem er spilltur, Drottinn minn, og bara alls konar, Drottinn minn, og þú komst, þú gekkst í gegnum allar kringustar eins og við gerum í dag, Drottinn minn. Þú hefur verið á okkar stað en án syndar. Gefðu okkur ná, Drottinn minn, til þess að fylgja í þín fótspor. Að Drottinn að vaksa upp, Drottinn minn, að vera ekki bara heyrendur, heldur líka gjörendur orðsins. Drottinn, að við svíkjum ekki sjálf okkur. Og Drottinn, ég tala, Drottinn minn, hugmóð yfir kirkju þína. Drottinn minn, ekki
len eða hálfvelgju í desember, heldur að við séum brennandi í andanum, Drottinn. Viltu gefa Drottinn eld af hástóli þínum. Og Drottinn, ég bið fyrir þeim sem eiga erfitt hér í dag. Drottinn, ég bið að koma inn í líf okkar. Drottinn, viltu umbreyta, Drottinn minn, viltu Drottinn minn reyna það sem að þér, Drottinn. Viltu reynsa gullið sem í líf okkar. Drottinn minn, Jesús. Og Drottinn, ég bið fyrir fólkinu, Drottinn, að það mætti standast þegar eldraun kringumstæðana kemur. Að við séum ekki eitt í dag og annað á morgun. Drottinn minn, við tökum ákvörðun hér í dag. Við ætlum að fylgja þér. Við ætlum að fylgja lambinu hvers sem að það fer. Ó, Drottinn minn, og ég bið að blessa Dögg mína þegar hún talar orð þitt. Ég bið, Drottinn minn, að þú harabashek, að þú smyrjir varir hennar á tungu. Drottinn, ég veit að þú hefur kallað hana til þess að, Drottinn minn, bera mikinn ávöxt. Og Drottinn, ég bið að blessa hana, ég bið að blessa mannin hennar, ég bið að blessa börnin hennar. Og Drottinn minn, allt sem að þeirra Drottinn, ég bið enn fremur að blessa, Drottinn, alla sem að hér í dag. Drottinn, gefðu okkur náð að hafa góða jörð, að taka við orði þínu og leyfa því að bera ávöxt. Ekki bara 30-faldan og 60-faldan, heldur líka 100-faldan. Í Jesú nafn, og allur líðurinn sagði. Amen. Nú allir vakandi, það ekki? Nú gott fyrir Dögg að koma. Í Jesú nafni. Halleluja. Dísi þér. Halleluja. Amen. Takk Jesús. Takk Jesús, ég þinn. Nei, ég þín. Einmitt. Akkurat. Amen. Í Jesú nafni. Jæja, krakka mínir. Við kveiktum hér, ekki við, heldur Jóhanna, eða Sibba, og sennilega Sibba, sem kveikti hérna á 2 kertum. Fyrsta kertið kallað spádómskertið og annað kertið kallað Betlehemskertið. Og þessi kerti í aðvendukransinum minn okkur á hvað gerðist áður en Jesús fæddist og eftir að Jesús fæddist. Þau minn okkur á spádóma Gamla testamentisins sem sögðu fyrir komu frelsarans. Og þeir sögðu fyrir að Jesús myndi fæðast í Betlehem. Það svo stórkostlegt að það hefur alltaf verið til fólk sem næmt fyrir heilugum anda. Spámenn Gamla testamentisins fengu köllun. Spámennirnir fengu þá köllun að bera fram orð frá Guði. Hvernig þeir uppgötvuðu að þeir væru spámenn var örugglega jafn mismunandi og þeir voru margir, eða þau voru mörg. En orðið kom frá Guði og þeir töluðu knúðir heilugum anda. Tvisvarsinnum að ég held, síðast þegar ég talaði þetta þá sagði ég einu sinni, svo rakst ég á annað vers og það birt með smá fyrirvara. Ég sagði eitthvað tíma að ég teldi að það væri bara einu sinni sem María mey væri nefnd í Gamla testamentinu. Ég er búin að uppgötva að hún nefnd 2 svar. Annað skiptið í Jesaja 7. kafla og versi 14, þar sem segir: sjá, yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Þarna sagt fyrir fæðingu Jesú og síðan það í Míka 1. kafla þar sem segir að Jesús muni fæðast í Betlehem og þar kemur: en þú Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma drottnaskal í Ísrael. Það var sem sagt Jesús. Æva fornir ætterni hans frá ómunatíð, því verður þjóðin yfirgefin, þar til sú hefur fætt fæða skal. Og það var María. Ég ekki viss að María hafi gert sér grein fyrir því að Gamla testamentið var að tala hana. En þessi spámenn tala að Jesús eftir að fæðast. Síðan líða mörg ár og þeir eru löngu horfnir á sjónasviðinu þegar spádómarnir rætast. Svo gerist það í daginn að María sér sýn. Ég veit ekki hvort hún var inni hjá sér. Hafa margir hér inni séð sýn? Það eru einhverjir sem hafa séð sýn, en það eru líka margir sem hafa aldrei séð sýn. Og ég gæti trúað að þegar María sá þessa sýn, þá hafa þetta verið í fyrsta skipti sem hún sá sýn. Og María sér engil sem flytur henni boðskap hvað eigi eftir að gerast
ekki bara í veröldunni, heldur ekki síst í hennar lífi. Hún hafi ákveðna köllun, hún hafi ákveðið hlutverk og þetta svo uppörvandi og það svo gott að minna sig á það. Í þeim heimi þar sem fólk einhvern veginn upplifir tilgangsleysi, fólk veit ekki að Guð hefur áætlun með líf okkar, það svo mikilvægt að muna að við skiptum máli og Guð sér okkur. Og fyrst Guð gat valið Maríu, þá getur hann valið þig. Hann getur valið okkur öll. Og í Lúkasarguðspjalli, 1. kafla frá versi 26, þar segir: Í 7. mánuði sendi Guð Gabríel engil til borgar í Galíleu sem heitir Nasaret. Takið eftir því, hann vissi ekki bara hver María var eða hvað hún hét. Hann vissi í hvaða borg hún bjó, hann vissi í hvaða landi hún bjó og hann vissi hvar hún var stödd á þeim tíma sem engillinn kemur til hennar. Við þurfum aldrei að efast það að Guð viti ekki hvar við erum eða hver við erum. Hann veit ekki bara hvað við heitum eða hvar við heima, í hvaða götu eða hvaða borg eða hvaða landi. Hann veit hvar við erum stödd hverju sinni. Og Guð sendir Gabríel engil til þessarar meyjar og hann vissi meira. Hann vissi, það stendur að hún var föstnuð manni sem hét Jósef. Þannig að hann þekkti ekki bara hana, hann þekkti líka kærastan hennar. Og hann vissi hverra manna hann var. Af ætt Davíðs, en mærin hét María. Og engillinn kom inn til hennar sem segir okkur, hún var ekki úti, hún var inni. Engillinn kom inn til hennar og sagði: Heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, Drottinn með þér. Og Drottinn með þér, og Drottinn með þér. En María varð hrædd við þessi orð. Konan sem leiddi mig til trúar, hún sagði einu sinni við mig: Ég beði Guð ég fái aldrei að sjá engil. Og ég segi: Af hverju ekki? Af því að allir sem sáu engil í Biblíunni, þeir eru svo hræddir. Og María var ein af þeim. Ég held að fólk hafi skynjað þetta ofboðslega vald, þennan ofboðslega kraft, þennan yfirnáttúrulega kraft. María varð hrædd og hún hugleiddi hvað þessi kveðja ætti að merkja. Bara býtu nú við, hvað kemur eiginlega næst? Þannig að hún greinilega sagði ekki neitt, ekki alveg strax. En engillinn sagði við hana: Óttastu ekki, María, því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo kemur skellurinn, maður. Þú munt þunguð verða og son ala, talandi Guð veit allt, hann veit allt. Og son ala og þú skalt láta hann heita Jesú. Hann mun verða mikill og kallaður sonur hins hæsta. Drottinn Guð mun gefa honum hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríkja yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Þá sagði María við engilinn: Hvernig má þetta verða þar eð ég hef ekki karlmanns kennt? Þar sem ég hef ekki sofið hjá, hvernig get ég þá orðið ófrísk? Það má spurja Guð hvað sem og það má líka biðja hann hvað sem Og engillinn fór ekki í flækju við þessa spurningu. Hann roðnaði ekki, hann bara svaraði henni. Þegar ég var að ala upp drengina mína, þá vandi ég mig á það að þegar þeir spurðu, þá fengu þeir svar. Talandi svona kynfræðslu. Engillinn sagði við hana: Heilagur andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig. Þess vegna verður barnið heilagt, sonur Guðs. Og svo kjaftar hann í hana, leyndamáli: Elísabet, frændkona þín, hún einnig orðin þunguð. Þú veist nú hvað hún orðin gömul. Hún löngu komin úr barneign, ég ætla bara að hvísla því að þér og ég biði að fara ekki með þetta lengra. En þessi gamla kona orðin þunguð af syni. María vissi ekki hvort þetta var stelpa eða strákur. Það voru enga kökur svona til í þá daga. Hún orðin þunguð af syni í elli sinni. Merkilegt að hún verði ekki bara amma barnsins strax í upphafi. Nei, hann sagði það nú ekki. Og þetta 7. mánuður hennar. Hann vissi meira sér hvað hann var komin langt á leið. Hún var kölluð óbyrja, það þýðir að geta ekki eignast börn.
og hún hafði ekki eignast neitt barn, sennilega búin að biðja Guð það í marga áratugi og ekkert gerðist. Og svo segir hann, en Guði engin hlutur megn. Og það getum við tekið til okkar. Guði engin hlutur megn. Ég á vinkonu sem býr fyrir norðan, sem átti erfitt með eignast börn. Og hún og maðurinn hennar voru búin að fara í alls konar tæknifrjókanir, svo eignastu 2 börn. Og þar með voru þau bara búin að afgreiða þetta. Keyptu sér raðhús fyrir 4, máli dautt. Heyrðu, vitið hvað? Þá verður hún bara ófrísk að 3. barninu. Án nokkrar aðstóðar, nema náttúrulega mannsins síns. Og hún kom til mín og sagði, veistu það, ég er búin að biðja svo lengi og svo gerist þetta. Þetta aldeilis ekki það sem ég hafði planað. Og ég kann ekki við að vera eitthvað döpur yfir þessu. Þetta náttúrulega mjög gleðilega fréttir, en þetta setur öll okkar plön á hliðina. Og það stundum það sem bara gerist. Þegar Guð kemur með áætlun, þá bara fara plönin á hliðina. En hún sagði, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og engillinn fór burt frá henni. Þetta er svo uppörvandi saga. María fékk þennan boðskap frá englinum og vitið það, ég held hún hafi ekki sagt neinum frá. Það var enginn sem vissi þetta, ekki einu sinni Jósef. Og þegar maður lesi hennar texta, þá lítur út fyrir að hún hafi ekki sagt neitt fyrir hún var orðin ófrísk og fyrir hún vissi að hún væri orðin ófrísk. En svona byrjar oft áætlun Guðs. Þegar Guð gefur þér köllun, þegar Guð gefur þér hlutverk, þá talar hann stundum bara til þín. Og það engin annar sem veit hvað bærist í hjarta þínu. Þegar sjónvarpsstöðin Omega var stofnuð, þá talaði Guð til Eiríks Sigurbjörnssonar og hann lagði honum á hjarta að stofna kristilega sjónvarpsstöð á Íslandi. Og Guð sagði jafnframt við hann, ekki segja þetta nokkrum manni, ekki segja þetta neinum. Og Eiríkur sagði, þegar hann var búinn að stofna þessa sjónvarpsstöð, þá sagði hann, þegar ég var farin af stað og búinn að verja hellingspeningum í þetta og ég var eiginlega bara komin of langt til þess að geta snúið við, þá fór ég að sjálfsögðu að segja fólki frá. Og þá skildi ég af hverju Guð hefði sagt ekki segja neinum frá, vegna þess að það vantaði ekki úrtöluraddirnar. Það vantaði ekki fólki sem sagði ertu orðin bilaður, þetta mun aldrei ganga upp, ekki í lagi með því maður. Og Eiríkur sagði, ef ég hefði sagt frá þessu strax, þá hefði ég bara aldrei farið með þetta lengra. Þá hefði ég leyft þessum úrtöluröddum að stoppa mig. En Guð sagði við hann, haltu þessu bara fyrir þig. Farðu að vinna að þessu, en ekki segja þetta nokkrum manni. Og það er svo sorglegt að við sem erum kristin, við getum dregið úr. Guð gefur hugsjón, Guð talar og við höfum ekki trú fyrir hugsjón annara. En sjónvarpsstöðin Omega komin, held ég, búin að vera í loftinu hátt á 3. áratug og hún hefur haft ómæld áhrif á landinu okkar. Við vitum ekki hversu langur tími leið frá því að engillinn birtist Maríu og þangað til hún varð ófrísk. Þegar þú færð sýn, þegar þú færð köllun, þegar Guð talar til þín og gefur þér einhverja hugsjón, þá getur liðið langur tími þangað til hún rætist. Og það virðist vera sem María geymið þetta með sjálfri sér þangað til hún var orðin ófrísk. Sem betur fer. Kölluninni fylgja margar áskoranir. Og Guð hefur aldrei lofað okkur að leiðin verði eitthvað létt. Hann hefur bara aldrei lofað því að þó að við séum að gera hans vilja, að það verði ekki einhverjar áskoranir á veginum. Og þegar María segir Jósef frá þessu, þá segir Jósef bara, María, ekki bjóða mér upp á þetta. Ég veit alveg hvernig börnin verða til.
bara ekki segja mér að heilagur andi hafi komið yfir þig. Ég veit ekki hvað Jósef hugsaði, hann ábyggilega haldið að hún væri bara eitthvað gal. Þetta var svo undarlegt að þessi kona skyldi hafa haldið þessu fram. Þannig að það þurfti eitthvað meir en lítið til að Jósef treði. Og það var ekki fyrir en hann fékk að upplifa sjálfur vitjun Guðs að hann trúði. Að þegar Guð sendir honum engil í draumi og tala til hans, þá var reynslan og upplifunin svo sterk að eftir það efaðist Jósef ekki. Eftir það var hann tilbúinn í alla raunir, hvað sem myndi mæta þeim. Og María var orðin ófrísk. Og María gekk með köllunina. Og barnið stækkaði í móðurkviði. Og það svolítið eins og með okkur þegar við fáum draum, þegar við fáum hugsjón. Við getum þurft að ganga með hana í maganum í langan tíma, miklu lengri tíma en 9 mánuðir. Og við getum verið eins og þunguð af þessari hugsjón. Og svo fæðist hún. En hún fæðist kannski á einhverjum allt öðrum stað en við reiknuðum með. María hélt kannski að hún myndi bara fæða heima. Bara umvafin fólki sem þótti vænt hana. Fólki sem vissi hvað átt að gera þegar maður fæddi barn. En þegar líða fór á fæðingunni, þá bara kemur allt í einu skipun frá keisaranum. Frá Ágústus í keisara, hann vildi gera manntal. Og þetta var tímasetning Guðs. Spámenn Gamla testamenti sem sögðu, það myndi fæðast barn, það myndi fæðast sonur. Og hann myndi fæðast í Betlehem. Þau voru nú bara alls ekki þar. Þannig að Guð getur ekki bara ráðið við okkur sem trúum á hann og fylgjum honum. Hann getur bara líka stýrt þeim sem trúa honum alls ekki neitt. Eins og Ágústus keisari sem var örugglega ekki í klappliðinu. Hann var ekki fan númer 1. En Guð lagði honum, sennilega hefur það verið þannig að það var Guð sem knúðan til þess að láta fara að það færi fram manntal og það skildi eiga sér stað í borg Davíðs, í Betlehem. Og að því að Jósef var af ætt Davíðs, þá þurfti hann að fara af stað. Og sennilega, ég ekki viss að María vendilega þurfti að fara með honum. En þau kusu að fara saman. Og svo fæðist barnið ekki þar sem þeim hentar, ekki á þeim stað sem þeim hentar, ekki á þeim tíma sem þeim hentar. Það bara þannig með hugsjón. Hún fæðist ekkit endilega á stað eða stund sem okkur hentar. Barnið fæðist þegar það full þroskað, þegar það full burða. Bara rétt eins og hugsjónin. Þegar hún full burða þá fæðist hún. Og stundum fólki boðið að taka þátt í annarra manna hugsjón, að hlaupa með fólki sem hefur fengið hugsjón sem fædd af Guði. Og þannig var það með gistihúseigandan í Betlehem. Hann fékk tækifæri til þess að taka þátt í sín Maríu. Hann fékk tækifæri til að taka þátt í áætlun Guðs. En hann var of upptekinn af sínu. Og hann afþakkaði. Hann opnaði ekki dyrnar fyrir henni. Það var ekki pláss. Og það var ekki tími. Við getum fyllt lífið svo mikið að það verði ekki pláss fyrir áætlun Guðs. En þau fundu samt stað þar sem Jesús fæddist. Þau fundu stað í fjárhúsi. Og ritningin, þegar hún lýsir Jesú sem hinum líðandi þjóni, þá kallar ritningin hann Lamb Guðs sem var slátrað fyrir syndir okkar. Hann var leiddur eins og lamb leitt til slátrunar. Þannig var hann leiddur á krossin. Og hvar var annars staðar við hæfi að Lamb Guðs kæmi heiminn inn í fjárhúsi.
Og það hljómar þegar maður lesi þessa sögu eins og María og Jósef hafi bara verið þarna 2. Ég veit ekkert það. Það hljómar eins og það hafi enginn verið á svæðinu til að miðla af reynslu sinni eða sína umhyggju. Ég veit ekki hvort það var ljósmóðir á svæðinu. Þegar hirðarnir komu nóttina þá funduðu Maríu, Jósef og Jesú. Hafi einhver verið til að hjálpa þá var hann allavega bak og burt. En ég sé fyrir mér að þau bara verið 2. Og ég sé fyrir mér að Jósef hafi verið alveg rosalega stressaður. Bara hver annar en hann átti að taka á móti barninu. Þegar maður sér svona gerast í bíómyndum, þá tvennt sem karlmenn gera þegar konan þeirra að fara að eiga barn. Þeir sjóða vatn og þeir sækja handklæði. Og ég svona velti fyrir mér, hvað gerði Jósef? Fór hann að sjóða vatn og sækja handklæði? Þetta var allavega staða sem var streituvaldandi. Og þetta gerist alveg á Íslandi. Við sjáum stundum fréttir af því að konur geta fætt börn í stigaganginum heimi á sér eða bara í aftursætinu í bílnum. Getið þið ímyndað ykkur að vera karlmaður í þessari stöðu að eiga bara að taka á móti barni. Ég held nú reyndar að Jósef hafi verið vanur að taka á móti, hjálpa til við sauðburð og hjálpa til svona þegar skepnur kom í heiminn, eitthvað sem bara margir hafa aldrei gert sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Ég veit allavega maðurinn minn hefur ekki tekið á móti mörgum lömbum. Ég efast samt ekki hann myndi redda sér, en ég nokkuð viss að púlsinn færi svolítið upp. En það kom á óvart hvenær barnið fæddist. En barnið fæddist. Þetta var köllun Guðs á lífi Maríu. Þegar þú fær köllun, þá getur þú bara orðið alveg svakalega stressaður eða stressuð. Og þú getur lent í einhverjum kringumstæðum og þú hugsa bara, ég veit ekki hvort ég ræð við þetta, ég veit ekki hvort ég höndla þetta, bara ég hrætt að nú klúður í þessu. En það stöðvaði samt ekki fæðinguna. Áhyggjurnar þínar af því þegar hugsjónin að fæðast stöðvan ekki og áhyggjurnar þínar ekkert að hjálpa þér. Aldeilis ekki, það reyndar geta haldið þér vakandi sem getur verið